Gott kvöld, góðir áhorfendur og velkomin að skjánum. Við erum komin til Brasilíu og ætlum að fylgjast með annarri umferð í úrvalsdeild hér á Interlagos. Ingi Þraut ég og hjá mér í kvöld situr hann Daniel. Vertu velkomin, Dani. Það sýnir sig þess að bílavalið hjá úrvalsdeildar ökumönnum þetta tímabil í Group 3 sem eru flestar keppnar. Heldur betur, þetta getum nánast kallað þetta Ferrari Cup. Já, þú veit nákvæmlega góða en skemmtileg tilbreyting. Ég held að við aldrei í sögu GTSI verið eins mikið MR bílum hlutfallslega séð á braut og við erum á Orwa í dag. Nei, nákvæmlega, það augljóst að rolling start breytingin að gera góða hluti fyrir bílavalið þar sem að fáir MR bílar voru hraðir á stað á línunni með gridstart. Það var held ég ekki nema sem ég man eftir í fljótbræði bara gamli Ferrariinn sem var hraðastur sko. Já, hann var mjög góður í startinu, algjörlega andstæðan við Porschen og McLaren til dæmis líka, en þá sérstaklega Porschen, en enda sko, þú veist, bílunum til varnar að þeir eru hannaðir með rolling start í huga, þar sem í raunheimum, þá ekki standing start í GT3, þannig að gírunin á Porschenum, hún perfekt fyrir svoleiðis en allt og há fyrir að starta kjöru. Já, það alveg rétt. Porschen að vísu með alveg einstaka gíra sko. Það mjög athyglisvert að keyra hann þegar maður að prófa hann sko. Mér finnst ég til dæmis fara oftast töluvert neðar í gírum heldur en á öllum öðrum bílum á Porschenum. Halda mig lengur í neðri gírunum. Já, það að því að basically ástæðan fyrir að það svona hægur á stað. Já, akkurat. Það bara liggur annars staðar gírunum þar. En já, þetta áhugavert, algjörlega. Hvað segirðu? Ég svo sem ekki búinn að prófa nýja Ferrariinn mikið sem að koma í seinustu uppfærslu á leiknum en það einmitt svona bíl sem held ég bara eitt sá hægasti af stað í línu á gridstarti sko. Já. Ég ekki alltaf búinn að prófa, held ég, standing start á honum. Nei, þetta engin þörf til. Nákvæmlega. Þetta gaman, það fínt að svinga þessu. Einu sinni vorum við með rolling start, svo fórum við í standing, nú erum aftur komin í rolling. Gefum þessu 2 ár og þá vil fólk eitthvað nýtt. Já, það ekki oft svoleiðis. Jú, það nákvæmlega þannig. Þeir eru vígalegir kalda Ferrariinn dúttinn, Andri og Óli. Já, þetta eru gullfallegir bílar. Back in black. Ég persónulega rosalega hrifinn af svona svörtu og rauðu saman sko. Já. Mér finnst það passa rosalega sko. Það lengi tíðkast fallegt kombo. Já. Sérstaklega finnst mér skemmtilegt að sjá þá sem eru á óhefðbundnum bílum eða mætti segja það. Það náttúrulega að sjá Jóa Egils á Subaru WFRX. Já. Og Ása á Aston Martin V12 Vantage. Þetta eru skemmtileg bílaverð sko. Já, Jói Egils hefur verið að miskilja að vera að velja bíl fyrir Dirt Rally 2. Já, nákvæmlega. Subaru 200 RX, það World Rally Championship skamstöðunin. Já. En hér takið til því að okkur vantar núna 2 keppendur á braut. Við vissum að vantar Viktor Dimma. Við vissum að Dimmi, hann var búinn að gefa það út að hann myndi mögulega ekki komast. Við vitum ekki ennþá hvort að hann komist ekki. En við erum ekkert búin að heyra frá Viktori. Jú, reyndar erum við búin að heyra pínu frá Viktori. Hann var búinn að tilkynna, sko, hann að standa í flutningum og netlaus eins og staðan Já, það var svoleiðis. Það var eitthvað svoleiðis. Hann með legit afsökun. Ef hann ekki, menn voru ekki að fara að bjóðast þess að lánunum og svona. Ég veit ekki hvernig það fór, en við vissum allavega að ef hann mætir ekki hér, þá það ástæðan. Já, nákvæmlega. Það var bara komið í ljós. Algjörlega. En það 9 mínútur í tímyndugur hjá okkur og meðan notum við þess að sjá strákana keyra í free practice og Ólafur komið með hraðasta hring.
1.31, 4 og sko mun eru bara já, er og orðlaus. sjáum við sko munin frá Óla niður í Andra er 0,1, frá Andra í Jóhann Inga 0,04, frá Jóhann Inga í Alex Geirs er svo hálf tæp, þannig að topp 3 eins og staðan eru rosalega nálægt hverjum öðrum. Já. Og ég held að Jökull sé þannig í þessum hóp líka, hann bara hann er inn í pitt núna, þess vegna sjáum við ekki hann á listanum, hann Óla. Já, nokkulega. En já, þetta stefnir í gott reis, skemmtileg braut til að keppa á og við fengum frábæra keppninga þannig að hann má búast við einhverju slíku í kvöld, myndi ég halda. Hérna erum við með rjóman af íslenskum ökumönnum. Það er bara nákvæmlega svoleiðis. Og svo hérna er ég að skoða tjattið á YouTube og það er komin hugmyndir það að hafa reverse grid síðan eftir 2 ár í keppnum. Það er áhugaverð hugmynd. Ekki líklegt að hún verði tekin gild en það er alltaf hægt að setja þetta í hugmyndabankan í okkur á Facebook síðunni. Já, það væri áhugavert, kannski eina keppni eða eitthvað, en ég er með að sjá að menn séu tilbúinir í heilt tímabil svoleiðis. Já, sérstaklega þegar við erum að tala efnilega vinninga frá styrktaraðilum í boði og svona, að þá viltu ekki vera að berjast að setja hægasta tíman í tímatökum, sko. Það er eitthvað svo skrítið, sko, meðal þetta klukkutímana sem maður æfir, mætir að keppni, og svo mann refsað fyrir að vera, þú veist, hraðastur. Já. Þetta er fínt í svona skemmtilegar flippkeppnir, sko. Já, mér finnst þetta mjög gaman í förum í lobbyum og leikhókur, skilur, algjörlega, 100%. Já, sammála með það. En já, þetta er skemmtileg pæling. Gerðu þetta bara eins og Le Mans í gamla þetta, allir standa fyrir framan bílana og hlaupa á stað. Þú þarft að vera 5 metra frá riggininu með headphone á þér og svo bara go. Já. Það væri nú eitthvað. En já, svo segir Sindri hérna í spjallinu mitt að ennþá betra væri að lobby yrðu stækkuð í 36 bílar. Það er náttúrulega, væri snilld ef þið myndu stækka lobbyin, en ég ætla að leyfa mér að ef að stórlegum að þið gerir það í þessu leik. Stærsta vonin er bara þegar að næsti leikur kemur, hvort sem það verður Gran Turismo 8 eða Sport 2 eða hvað. En sá leikur verður þarna ekki í boði á PlayStation 4 og þá verður hægt að hafa stærri lobby. Já, ég meina í það minnsta 20, ég meina þú getur farið í single player eins og verið með 20 á línu, það er ekki í lobby. Já, það er maður spyr sig. En það er svo sem við erum ekki hérna til þess að setja út á leikinn, við erum til að horfa á keppni, þannig að... Jú, Daniel, við ætlum að fá aðeins að tjá okkur hérna leikinn. Mér finnst sko skeip. Herðu, Andri Már 1.31, 3.80. Jesus Christ, maður. Þetta er bara... Yes, Jesus. Ef þeir eru að ná þessu í tímatöku, það verður rosalega. Það verður fróðlegt að sjá hver hraðasti hringur verður í tímatöku. Ég var gaman að fá smá gisk í spjalli. Hvað haldið þið að hraðasti hringur í tímatökum verður? Já. Ég ætla að segja að það fari ekki niður fyrir 1.31, 4.6. Ég ætla að vera svona ákveðar. Já. Góð spurning. Sem ég endilega líka komið spá fyrir kvöldið og topp 3. Já, Sindri spáir hérna 1.30,7. Já, fulla trú á ökubræðurum sínum. Það væri saga til næsta bæjar. Segðu.
Hannes segir hraðasti hringur verður 1:39.78. Hilmar segir Já. 1 hvað er þetta? Já, datt út. Nei, það kom aftur. Nei, það datt út. Það datt út. Hætti hann við? Þarna. Nei, það kom aftur. Já, ég held að hann geta 1:32 í fyrst skiptið. Hilmar! Það getur við. 1:31.259, alright. Það er komið 3 mínútna aðvörun. Það styttist í lætin hjá okkur. Já, og svo styttist í formúluna. Danni, ertu búinn að tjekka á nýju liveríunum? Herðu, nei, ég er ekki búinn að gera það, sko. Já. Ég ætla að láta að koma mér á óvart þegar að keppnin byrjar, sko. Nákvæmlega. Ég er að finna Audi líferið. Já. Það er Alex Tásson komið í... Hvað segir ég? Vandræðalegt. Núna er ég í þessu sömu vandræðum og þú, ég er að leita af öllum kveðjunum í... Já, gullokkur í hólfi nr. 2 í afstilínu. Alex Tásson er komin í 1:31.260. Þetta heldur áfram að minnka þessi tími. Þetta er rosalegt. Menn að toppa sig hérna rétt fyrir tímatökur. Svona það er spurning, við gætum fengið óhagstæðari vindátt eða kaldari brauð. Það er ekkert víst að þetta séu sambærilegir tímar, kannski verða betri. En annars lúkan og aðstæðunar það vel núna, ég á erfitt með að sjá það. Já. Þetta er ábyggilega topp aðstæður eins og það er núna. Þeir eru með vindin í rassinn á langa beinakaflanum, þannig að ég þarf að vinna með þeim. Það er rístast á lobby núna, þar sem það er 1 mínúta í tímatökur. Gerðu það og meðan ætla ég að lesa upp pistilinn hans Hillbilly Mega. Það er hann Hilli okkar, hann segir tímataka Alex T og Óli Jökull 3. Póll verður 1:31.194. Í keppnin þá sigrar Jökull, Óli verður 2, Alex 3, fastest lapp verður 1:31.637 og það er Jói á 37. hring. Most position gain eru 3 og það er Alex G. Spinnmeistari kvöldsins Andri. Ég skal segja ykkur það. Þar hafið þið það í boði Hillbilly Mega. Sindri bætir við, by the way, Topson setur 1:37, efstu 3 verða allir undir 1. Undir 1. Jæja, ok, undir 1. Sindri Rafn, 1:31 slétt meinar hann, ok, já, hann vantaði þannig smá upp á. En hann að við það, spjallið heldur betur búinn að leggja línur fyrir kvöldið. Nú bara að sjá hvort að ökumenn skili væntingum. Það eru tímatökur farnar af stað. Gunnar Ágúst, hérna fremstur manna á braut. Nei, býtu. Já, ég var að hlaut að vera, núna eru tímatökurnar komnar í gang. Við vorum að horfa Free Practice hérna rétt fyrir tímatökur og Gunni fór bara svona beint út af þegar það sussaði yfir. Ég held í sekúndubrot að það væri eitthvað glits í gangi. Guð sé lof að svo var ekki. Því ef það er eitthvað eitt sem við erum búin að hafa nóg að þá eru það lobbybuggar. Já, ég er sammála því. En það er undrabarnið Alex Topson sem er fremstur á braut og verður þar alveg fyrstur hot lap. Já. Og já, hann er heldur betur að koma sterkur inn. Hann er það.
Hann er þyrstur í stórmeistaratitilinn. Þetta orðin rosaleg barátta stórmeistaratitilinn núna. Hann náttúrulega núna fer inn í þetta reis einu stigi og eftir Ólafi. Ólafur í öðru sæti og Alex í því þriðja, einu stigi eftir honum. Og þeir báðir eru reyna að elta jökul uppi sem 16 stigum undan þeim báðum, þannig að þetta verður smá brekka fyrir að ná jökli en Alex að gera sig helvíti líklegan. It's on! Það bara þannig. It's on. Það nákvæmlega þannig. Það má eiginlega segja hann Alex sko að last season you had my curiosity but now you got my attention. Já, nákvæmlega. Það rétt. Algjörlega, sjá hvað það gerir. Fyrsti hotlap að byrja. Alex, síðan Jökull. Þriðji af stað, Andri Már. Slæta svolítið hann Alex. Ekki vissum þetta verði góður hringur. Það er hann Oliver sem sjötti og hann svo fyrsti sem ekki á Ferrari í þessum tímatökum. Já. Hann á Porsche. Já, nákvæmlega. Porsche, þú segir það rétt, þú ert ekki að segja eins og margir Íslendingar að segja Porsche. Já, ég náttúrulega bý svo nála Þýskalandi sko, ég kennst ekki upp með neitt annað. Þú segir þá væntanlega líka Bugles og Cheerios. Já, og ég segi ekki BMW, heldur BMW. Já, nákvæmlega. En það er danska aðferðin? Já, þýska. Hvernig segir það í Danmörku? BAM! BMW. Jæja, Alex kominn út úr síðustu beini og við köllum þetta beinakafla þótt hann sé ekki beint því að bensíngjöfin metal to metal í botni og sjáum hvað tíma hann setur. 1.31 Jökull bætir það. Já, bætir það. Þetta er rosalega, Andri setur 1.31.8 sem að sko, þú veist, sem mér finnst vera mind-bogglingly hraður tími sko, en þú veist, ekki nóg í þessu lobby sko, í þessari deild. Nei, nákvæmlega. 1.31.5 fyrsta, annarsæti, 1.31.6, 1.31.8, 1.31.8. Gunnar á Porschenum. Ég var að segja að þetta lava livery fer Porschenum afskaplega vel. Já, þetta retro livery glæsilegt. Ég ætla rétt að vona að segja að keyra með yfirvaraskegg. Þetta er svo retro nice. Já. Sólgleri og svona algjört svona bört yfirvaraskegg. Já, með þess að hvíti liturinn með svona smá sígarettu tjöru keim yfir sér. Jæja, þá koma þær inn á beinakaflann aftur. Alex, síðan Jökull. Þetta hörkubaráttu. Jökull heldur betur búinn að fá verðugan andstæðing, ekki það en hann er búinn að vera með mjög verðuga andstæðinga. Ég ekki til að draga úr þeim sko, en herðu. Sér tíman sem hann náði, 1.31.302. Sæl. Þetta fara að nálgast slettar 30 full. Já, það er spurning hvort að Sindri hafi rétt fyrir sér. Það þarf nú samt alveg að taka 0.6 í viðbót til að ná því. Já, þetta er bara... Ég kann ekki tala lengur, sko, ég er svo hissa. Og Jóhann Ingi er kominn í annarsætið. Aðeins 0.1 fyrir aftan, 1.49 til að hann komið fyrir aftan Jökull. Og nánast sama bil í Ólaf. Og 0.014 í Alex, þú veist. Herðu, frá fyrsta upp í sjötta sæti 0.4 slettar, basically. Spáðu því. Það er galið, sko, að hugsa út í það.
Það galið, það er bara 1/10 hlutur sekundu í mesta lega milli manna, ekki einu sinni það. Við séum sko að sá sem er núna í seinasta sæti akkurat þessari stundu er sléttri sekundu hægari heldur en fyrsta sæti, sko. Og það er bara, já, bara galið, ég segja bara eftir, það er bara galið. Tókst þetta þessu, Jökull fór í pitt og Ásgeir gera líka, hann er að setja ný dekk á og er að koma út á braut núna með basically algjörða enga fyrir fram að sig, þannig að það má alveg... Já, ég prófaði þetta í mínum tímatökum á mánudaginn. Jóhann Ingi 31 fær! Sæll! Vel gert! Ég veit að Jóhann er á heimavelli á Ferrarinu, sko. Hann hefur alltaf verið svolítið fyrir MR-bíluna. Já. Og hann næstu búinn að velja Ferrari tímabili sem við kennum saman í úrvalsdeild. En svissaði á síðustu stundu yfir á Porschen. Við veitum að hann er búinn að langa að keyra Ferrari í smá tíma og þannig að hann fekk heldur betur jólagjöfin í ár þegar að þessi mætti í leikinn. Já, það er rétt. Og Gunnar Ágúst stokkinn upp í 3. Við þurfum eiginlega að fara bara, sko, listinum að breyta sig mikið frá því ég fór yfir að síðast að hann er bara allt annar. Jóhann Ingi efstur, Jökull er annar, Gunnar Ágúst er 3. Jói Egils er 4. og Óli er orðinn 5. og Alex Thompson 7. og Andri kominn í 7. Og það er sko, það eru 0-4 frá 1. og upp í 7. sæti á milli manna. Spáðið því. Þetta er bara rosalega þessi tíma taka. Þetta er bara crazy. Sá hvort að Jóhann Ingi bætir nokkuð tíman, hann er að koma henni inn á beinakaflan, klára hot lap. Það er ennþá pláss fyrir fleiri hringi, við erum að detti það að vera búið með 8 mínútur að 10, þannig að það er allir góða að hringa eftir og jafnvel meira það. Ég siti hérna orðlaus, sko. Ég hef ekki orðin til að lýsa það, sko. Svo hérna Jökull, hann er kominn á hotlap á 9 tútum. Fyrst skipt sem Jökull keyrir MR-bíl í þessari mótoröð, allavega í grúp 3 flokknum. Sjá hvort það eigi eitthvað í tíman hans Jóhanns. Það er ekki nema 0,031 á milli þar eins og staðinu núna. Nær hann að bæta tíman? Nei. Það gerir hann ekki. Gunnar Ágúst hérna 1/10 hluta fyrir aftan Jökull. Hvar stendur hann tímalega séð? Er hann á góður hring eða ekki? Það er góð spurningin, ég sá Jökull var að taka hraðasta 1. sektor. Það er fróðilegt að sjá hvað hann gerir með restina í núna. Jóhann Ingi á fara yfir endalínuna. Og Andri Már kominn upp í 3. sæti. Já. Jæja, nú er Gunnar að koma inn á startkaflan. Jóhann Ingi kominn í pitt, búinn að kalla þetta gott. Bætir Gunnar sig? Nei, það gerir hann ekki. Eitt hringur eftir. Jökull er á fjólublá og við skulum fylgjast með honum. Síðasti hringurinn hans, síðasta beygjan. Næra negla hana, fór mjög vítt en bara nánast perfekt. Stekkur hann upp fyrir Jóhann Inga eða hvað? Nei, það gerir hann ekki. Hann munar þess ekki miklu. Alls ekki. Hvað gerir Andri? Andri er 3. eins og staðinu núna. Vá, þessi tímar hérna og munurinn. Hann er 0,04 fyrir aftan Jökull og 0,06 á undan Gunnari. Alex Thompson að klára seinasta hringinn sinn. En við það að koma inn í
inn í endalínuna, sjá hvort hann sé að fara að bæta sig. Nei, hann náði því ekki. Hvað gerir Andri Már? Hann reynaði síðari til að koma yfir markið. Nei, hann bæti sig ekki. Ekkert langt frá því, en ekki nóg. Og Gunnar Ágúst, hann hefur náð einu hringi upp og nei, hann klúðraði, fór út fyrir í síðustu beginni, klúðraði exitinu algjörlega, þannig að ég er ekki að sjá að hann sé að fara að bæta sig. Ég held nefnilega að vindáttin hafi breyst eftir að tímatökurnar byrjuðu. Það ætla að segja að mínuskjá ekki mikið. Það er búið að minnka um 0,1 á skjánum, það var 5 áðan, þannig að, já. Ég held að séu bara allir komnir í mark og... Já, það er svoleiðis. Það var bara býðið til sem að sitja í pit. Heldur betur. Það er Jóhann Ingi. Hún fór í pit til að njóta þess lengur að hafa unni tímatökunar. Það þurfa að... Já. Þetta voru bara rosalega tímatökur, bara... Það er bara mesta spennan ever í tímatökum. Herri, við skulum bara fara yfir þetta. Jóhann Ingi 1.31, 2.71. Jökull annar 1.31, 3, 0.03 fyrir aftan. Andri Már þriðji 1.31, 3, 4, 5, 0.07 fyrir aftan. Síðan er Gunnar Ágúst, hann er 0.1 fyrir aftan. Alice Thompson 0.1 fyrir aftan. Jói Egils tæpum 0.2 fyrir aftan. Síðan í 7. Óli 0.3, sko við erum enn að tala í nullum og við erum komin upp í sko, það er basically slétt sekúnda í síðasta sætið og í fyrsta sætið. Vá, en algjörlega. Þetta er rosalegt sko, við erum að tala um það, þessi úrvalsleit er svo sannarlega úrvalsleit sko. Já, vá, þetta er bara rosalegt. En ég kláraði svo sem ekki alveg listan, það er Alice Tops 5, Jói 7, Óli í 7, Ási 8, Ívar 9, Jón Þór 10, Alex 11 og Ólífi Nói 12. Þar hafið þið það. Ég bara misti mig í tímunum mína. Þetta er rugl. Já, þetta er galið sko. Og það er hvergi eitthvað svona... Þessar tímatökur. Og þú veist, það er hvergi eitthvað svona stórt gap, allt í einu hálf sekúnda. Það er bara í mesta lagi 0,2 á milli þann sem er fyrir framan því eða aftan því. Þetta er alveg ridiculous. Flott. Það verður spennandi að sjá hvernig reisið fer sko. Já, segðu þið. Algjörlega. Það er 2 mínútur reis, þannig að að gera að ná sér í einn kaldan eða fá sér kók og pop, stökk á settið, knúsa mömmu, hvað sem ykkar hefðið er fyrir góða keppni, hækka í kassanum and all that jazz. Já. Ert þú með spá fyrir kvöldið, Daniel? Ég þori ekki að segja neitt núna sko. Það er alltaf auðvelt að spá hérna þessum 3 efstu, Alex, Jökull og Ólafi. Þess að 3 efstu í deildinni minni. En þetta verður eitthvað núna sko. Það geti allt snúist við núna sko. Já. Óli sko í 7. sem að við erum nú vanalega að horfa á hann í topp 3 sko. En já, vá, þetta er rosalegt. Það er svolítið erfitt að spá sko. Mér langar að spá samt Jóhanni sigri. Já, á þessum hraðarlega hana. Herðu, já. Vá, ég bara get ekki ákveðið mig. Ok, Jóhann Jökull Gunnar. There you have it. Heard here first. Ok, ég ætla að segja að Alex taki 3, ég ætla að segja Jökull vinni þetta og Jóhann verði í öðru. Ok, solid spá. Það er spurning hvar hefði hægasti tími lent í fyrstu deild, en ég bara hef ekki fyrir fram í tölvu til að geta kíkt á það núna, þannig að það ef einhver nær að kíkja á stöðuna á heimasíðunni á okkur, að þá væri það vel degið. Ég er með stöðu ökumanna hérna, ertu spáðið það, vinnur? Nei, ég er að spá í seinustu keppni, í gær, hvar hægasti maður
hefði endað Já. en klukkan það er 22:46 en ég seti það að reisa af stað. Já, bara let's go racing og skellum okkur út á braut, minn ég stöla það. Já, ef einhver Excel-nörd er hana úti sem getur googlað þetta, nice. Þetta er ómikið task fyrir mig hérna í útsendingunni. En þá er bara komið að þessu. Setjum hérna allar upplýsingar á skjáinn, síðan bara býðum til niðurtalningu. Það er allir komnir í röð. Rolling start. Og það er Gunnar Jóhann Ingi fyrirgefið sem að fremstu með jafningja. Ferrari, Porsche. Og hefjum hermiakstur. Það er Jóhann Ingi, Jökull Andri, Gunnar Ingi. Þetta er alltaf mjög safe í fyrstu beygju með rolling startinu sem er vissulega jákvætt. Sýnist að eina svona breytingin hérna í grittinu er að Ási náði fram úr Ólafi. Já. Hörðu, Jóhann Ingi byrjar á hörðum, Jökull er á hörðum. Andri á hörðum, Gunnar Ágúst á medium. Hann er fyrstur af mediumunum. Alex á medium líka. Jó Egils á hörðum, Ási á hörðum, Ólafur á hörðum, Ívar á hörðum, Jón á hörðum og Alex Geirs á hörðum og Oliver á hörðum. Þannig að þetta eru tveir á medium núna. Það er Gunni og Alex Tops. Já, hann má alveg búast við að eins og sjáum bara hérna að mesta pressan kemur til með að verða frá Alex og Gunnari þar sem þeir eru á mjúkudekjunum. Þannig að það er svona búast við actionið geti hugsanlega verið þar svona fyrstu ringina. Já. Sjáum að Gunnar í góðu drafti hjá honum Andra. Það er bara þrívætin í fyrstu beygju. Já, Gunnar fer á utanverðu, fer allt og vítt. Það lúkkaði vel til að byrja með. Mistar hann Andra fram á sér, Alex fram á sér fyrir vikið. Tekur inn í línuna Alex á utanverðu með meiri hraða út úr beiginni og það sýnist Alex bara að vera komið með það. Já, það sýnist mér líka. Vel gert. Það var flottur framúrastur. Virkilega. Alex alveg hérna í skottin á honum Andra. Það þarf að láta sér mediumdekk telja, það þarf að drífa sig fram úr. Allir strákarnir sem eru á hörðum græða á því að halda aftur af Gunna og Alexi. Kannski pínu riski að starta ef þú ert ekki í topp 3 kannski á medium. Gæti tafið pínu en sjáum hvað gerist. Gunnar stíkur sér í á. Nei, ok. Hann er kannski vantað meira pláss til að bremsa eða eitthvað, ég veit það ekki. Gunni sá gap. Það kemur ekki óvart við fyrir að sjá move hérna frá Alex núna. Hann er á medium-dekkunum og með tölur betra grip hérna. Já, hann bremsar hann seinna. Vel gert. Virkilega flott hjá honum. Hann nýtti allt grip sem þessi medium-dekk bjóði upp á sko. Til þess að koma fram úr þetta. Andri ætlar ekkert að gefa þetta eftir en við skulum snöggvast sjá hérna fram úr aftur. Hérna sjáum við Alexi fyrir Andra, fyrir aftan Andra. Andri skilur bara eftir að opna hurðina og hann dýfir sér inn. Bara virkilega vel gert.
basic framarakstur, Mjög snirtilegt. skólabókardæmi. En Jökull er byrjað að pressa Jóhann Inga. Það eru 0-4 á milli þeirra. Hann er kannski alveg nógu nálægt honum til að láta draftið duga, eða hvað. Skulum að hoppa aðeins borð hjá honum Jökli. Framúræktur í seinasta sæti núna sýnist mér. Oliver að taka fram úr Alex Geirs. Já, skulum. Alex Geirs með spílinu aðeins. Óli, hvað er í gangi með Óla? Það er góð spurning. Þetta, þá mætti sýningu á þetta hérna. Hann er að koma hérna á startkablan. Og, herru, hann bara missi bílinn, komaði út úr Senna S-unum. Já, það er svoleiðis. Já. Það er svo svekkjandi. Skulum sjá líka hvað gerist þegar að... Já, ég myndi fara að fylgjast núna með efstu þremur. Það er komin svakaleg barátta þar. Já. Skulum ekki missa neinu. Replayin geta alltaf beðið. Já, sæll. Alex er bara að narta í skottið á honum Jökli. Með betra exit á mýkri dekkjum. Jökull verið þetta meistarlega þarna. Það gefur honum ekki inn í línuna. Nei, þetta verður ekki gefið undir neinu kringumstæðum. Flottu varnarastur. Nær hann undirkvættunni. Hann er með betra exit. Já, en Jökull planta bílinn sínu svo vel inn í línunni, en ég veit ekki hvort það hafi eitthvað að segja. Hann náði svo miklu betra exit en Alex. Hann var komið fram úr. Já, hann er komið fram úr. Þá er bara næstu maður að danskrá Jóhann Ingi. Hann er geggjaður framúrakstur hjá hann, sko. Algjörlega. Andri maður komið með Gunnar Ágúst í skottið. Gunnar náttúrulega medium dekkjum. Algjörlega. Gunnar og Alex, þeir eru the man on the move. Er Alex bara að fara að taka fram úr Jóni strax, eða? Það er spurning. Jóhann Ingi með varnarlínu. Þessi myndaður köttar alltaf svo aðstæðanlega fyrir þessa beygju. Það þarf að muna að bara breyta myndaður ef maður er að horfa að koma að jafna í fyrstu beygjuna. Hann virðist bara vera að endurtaka leikinn sem hann tók á Jökul hérna, en Alex bara hring seinna að gera sama á Jóhann Inga, en ekki alveg. Úps. Jóhann Ingi átti inn í línuna, hann að... Og Jökull komin í innan slag núna, hann stórgræðir á þessu að Alex er að berjast vel og Jóhann Ingi er að verja vel. Heyrðu! Fór smá aftan í hann og Jökull komið fram úr eða hvað? Jökull með inn í línuna. Nær hann að halda ytri línunni, hann Alex. Þröngt herða. Vá! Þetta er alvöru racing hérna, sko. Jökull er að passa sig, fór út að grassið aðeins. Sæll. Eru þið að sjá þetta? Og Andri Már er komin í hennar slag líka, sko. Ég hef ekki alltaf fært bara einum aftar.
Og Gunni líka. Já, Æ, þetta er rosalegt. Ég held samt að Alex sé með gott rönn á hann. Jóhann, býtu, skulum aðeins. Já, nú erum að sjá þetta. Það er alveg liggur hérna, Jóhann tekur varnarlínuna. Og, Melkertel, Svitserú, hann fór aðeins og djúpt. Gunni gerði nákvæmlega saman Alex hérna, hann fór aðeins og djúpt og var alveg bara nánast komið fram úr andra en misti það sko. Þetta er, ég er fylgjast með það fyrir aftan en þetta er alveg, það er þvílíka veislan þetta reismaður og það er bara 7 hringi búnir sko. Algjörlega, sjáum við hvað er tæt baráttan, við erum að horfa hérna á topp 5 og það er sko 1,5 á milli þeirra allra. Það er bara, þú veist, verður ekki betra. En svo er náttúrulega spurningin, hvað er þetta að fara að þýða fyrir pitch-strategíina? Er hérna Alex og Gunni, eru þeir að tapa mikið á þessu að komast ekki fram úr bílunum á hörðudekkinu? Tvímælalaust, ég meina, Jóhann Ingi er að halda peysuna á hörðudekjunum, skilur, og við erum á 7. hring, þannig að, þú veist. Sko, ekki nóg með það að Alex er að tapa tíma á að komast ekki fram úr, heldur þá er hann að slíta dekkinum, hann töluvert ræðar að berja svona mikið. Algjörlega. Þannig er bara, Jökull er bara búinn að ná innurlínuna á Alex hérna, sko. Já, hann var búinn að taka innurlínuna af Alex, sko. Hann var komið fram úr Alex hérna á beinakaflanum, sko. Sjáu þetta, vá. 3 komandir í fyrstu beygju og Alex fyrir að verða á báða og hvað? Hann missir líka andra fram á sér. Ekki alveg. Ég skal segja ykkur það. Hvað er að gerast hérna? Eru við komin jól aftur eða? Ég held það bara, hreinlega, sko. Og nú er Jökull bara komin í slægin við Jóhann Inga, sko. Já, sko. Gunni er komin fram úr andra mál. Já. En það er ekki haldaði, hann er með ytri línuna inn í þessu beygju þarna. Þetta er klikkað. Jökull alveg hérna í skottinu á honum. Þvílík barátta. Og þetta er að þétta hópinn eins og þið sjáu. Þetta er bara, við erum nánast á fyrsta ringjana. Basically. Þetta er bara eins og við hefum verið að ræsa. Já, það er bara nákvæmlega þannig. Ég er svona að reyna að kíkja á hérna það sem er að gerast fyrir aftan en það er ekki eins close barátta og alveg fremst sem er bara æðislega, sko. Það er akkurat þessi viljum, sko. Sko, og Óli í 11. sæti og þú veist, en það er samt ekki eins langt og maður myndi halda frá 7. sæti í 1. sæti. Þetta er mjög þéttur hópur. Já, algjörlega, sko. Algjörlega. En ég meina að þeim er erfiðar að komast í gegnum hann líka, sko, fyrir þá sem eru aftarlega eins og Óla núna. Þetta er ekkert grín að vinna sig upp í gegnum allavega sökumenn, sko, á þessu peysi. En núna sýnist mér að Alex verður komið með rönnið á að báða hérna Jökull og Jóhann Inga. En hvort hann getur gert eitthvað í því með 2 þarna innan á sér. Hann er komið fram úr Jökli en hann þarf að taka ytri línu, að halda því en fossa svolítið vítt út í að það bara er ekki pláss fyrir hann hana. Hann er með innri á Jökull í næstu. Já, sæl. Hann gefur plássið þarna. Það er líka eitt sem ég verð að hrósa honum fyrir. Vera ungur ökumaður og vera svona clean. Það er nú oft sem kemur þetta með þorskanum hjá okkur. Hann er alveg með þetta. Æfa reiskreftið þessi. Refsing sem hann fekk hérna fyrir áramót hefur kennt honum sína lexíu og hann passar að vera ekki of æstur að taka fram á núna og gefa plássið og nýta plássið sem er í boði og ekki plássið sem er ekki í boði. Nákvæmlega. Vel orðað hjá Daniel.
Við erum á 9. hring og þetta algjör veisla gott fólk. Jóhann Ingi fyrstur, Alex Thompson annar á mediumdekkjum, Jóhann á hard. Síðan það Jökull, Andri Már og Gunnar Ágúst, hann einnig á hard og Jói Íls að blandast í þessa baráttu líka. Og gott ef að Ási ekki rétt þar fyrir aftan. Já, þetta er bara æðislegt, sko. Ég segi bara þessar úrvalsleita keppnir bara verða meira og meira spennandi með hverjum einasta. Algjörlega. Núna er Alex farin að sækja svolítið á Jóhann Inga. Setur sig upp fyrir Svitsarú hérna. En Jóhann Ingi lokar alveg beginni, sko. Hann svo að reyna að maður sér það, við sittum hérna borð hjá honum Alex núna, þvílík púss í gangi hérna og Jóhann verið þetta alveg snildarlega, bara staðsetur sig akkurat þar sem hann þarf að vera. Já, nú var hann Alex að ná góðu exiti ef hann ætlar að stela draftinu. Jóhann með mjög gott exit. Og Jökull bara, þú veist, já, rétt fyrir aftan Alex líka. Þetta er bara klikkað, sko. Thompson búinn að setja sig upp fyrir betra exit út úr speginu, en er eiginlega of nálægt Jóhann Inga, hann næri ekki að nýta það, sko. Þetta er svona með að fylgja of nálægt, þetta er svona svipað þegar maður er að reyna að taka fram úr bílalest á þjóðvegunum. Og getur ekki bara verið í nulli á aftasta bíl og alltaf svo að gefa í. Og hann reynir ytri-línuna í það. Og að koma á ferðinni, sko. já, nákvæmlega. Leiðu þetta heyja, þá ertu búin að trufla það, sko, þannig að maður þarf að tæma þetta rétt. Má ekki vera nálægt snemma. Jökull er hérna fyrir aftan að leita plássi, heyrðu, hann er búinn að ná hérna innlínuna á Alex núna. Vá, þvílík veisla. Alex með olbúan út, ekki þetta að gefa eftir. Og Andri kominn í eina slag aftur og Gunni líka. Aftur þetta kom niður bara 5 bíla slag fyrsta sætið. 5 bíla halarófa. Það mætti halda bílaklúbbinu væri að keyra í röð, hérna. Það er bara allir sportbílar landsins mættir, þannig að bara bumper to bumper. Þetta er bara cruiser kvöldi hérna niður Sæbrautina. Sjáu þetta, 9. og 10. sæti og þá eru komið hringinn. Svo þéttir þeir og hann var Alex. Þú sér það að Ási í 7. sæti er ekki nema 3,3 fyrir aftan fyrsta sæti. Herðu, allt að gerast hérna. Enn og aftur ver Jóhann snildarlega. Jökull og Andri fara inn af hörðudekkinu, svona stutt, þannig að þeir ætla að taka 2 hröð mediumstig. Undercutti er komið í gang. Það er svoleiðis. Nákvæmlega. Ég verð að skjáru, herðu, og Gunnar Ingi er komin í skott á Alex og næstu búinn að taka innlínuna á hann hana. Gunnar Ingi. Sérðu, þetta er algjör gargandi snill. Ég verður að spyrja því, Ingi Ágústsson minn, hver er Gunnar Ingi? Já, sorry maður, ég þekki annan Gunnar Inga, hann heiti bara Gunnar Ágústsson. Fyrst afsökunar. Bara leiðu ég byrjaði að lýsa Jóhann Inga, þá bara lág þetta svo vel við eitthvað. Ég heiti Ingi, svo, þú veist, svo er Haukur Ingi líka, þú veist, þetta er allt hérna. Já. Það er ekkert að orka það sem kemur út í mér stundum. Nei. Þetta er svo orðin alveg rosalega slagur, og svo líka slagur hérna bara 4. sæti, sko. Já, algjörlega, sko. Þetta er bara, Ási er hérna bara nánast með rönnið á Jóa Egils núna og þeir eru, Jóa Egils, hann fyrir pitt, Jóa Egils fyrir pitt, Alex Thompson fyrir pitt líka. Já. Gunnar og Jóhann Ingi.
Jói Egils og Ívar Eyþórs fær pitt líka. Já, spáði einu sko, Ási sem var hvað 7. 8. áðan eða eitthvað. Já. Hann bara rétt fyrir aftan Gunnar núna. Já. Bara að leiða að nokkri fór inn í pitt, þá var hann bara næsti maður. Já, þetta er það sem ég segja, þegar áður en allir byrja að fara inn í pitt, þá var hann bara 3,3 sekúndum fyrir aftan fyrsta sæti. Þó hann var í 7. sæti. Þetta er algjör snild. Það er spurning sko, þetta undercut gæti nú að hugsanlega skila sér, þar sem að Jóhann er á slittum hörðum, því fleiri hringi sem að Jökull nær á mediumdekkjum, þeim eru betri staðaðir þegar hann kemur út úr pitt, myndi ég halda. Já, en þá er spurningin, er Jóhann að fara að taka færri pitstop? Það er líka önnur pæling. Það voru 2 sem að tóku one-stopper í gær, Hannes og Davíð Adams. Og það skilaði mágtum árangri, þótt að hitt strattið hefði nú unnið. Jökull er núna sléttum 30 sekúndur fyrir aftan Jóhann Inga. Og Gunnar Ágúst kominn í pitt. Ja, Gunnar var mjög nálægt Jóhann Inga, þannig að við ættum að geta séð svona sirka hvort að Jökull er að fara að taka fram úr Jóhanni þegar Jóhann fyrir pitt. Jökull er í 7. sæti núna. Það er gaman að sjá hvað aðrir ökumenn koma út. Samanburður hann og hann setur hraðasta hring líka. Andri Már rétt fyrir aftan hann. Gunnar við sjáum hann er á leiðir út úr pitt núna. Já, Jökull kemur fyrir framan hann. Já, Gunni kemur út bara rétt fyrir aftan Jói Egils. Og Jói Egils búinn að fara pitt. Já. Þannig að Jói Egils tók fram úr Gunna með pittinum. Já, og sér það sko, Alex Thompson kemur út hérna 10. á hörðum. Þannig að þetta lítur út fyrir að hafa verið nokkuð gott move þegar Jökli að henda sér inn á þessum tíma. Já, Jökull tekur hann tekur svipa bensín á þér. En býtu, er þetta eðlilegt hvað hann Alex er aftarlega núna? Nei, mér finnst það ekki, sko. Nei, því að sko Óli er næsti maður fyrir aftarlega og hann var sko síðasti maður rétt á hann. Já, þetta er athyglisvert. Báðir búin að fara í pitt. Það er spurning hvort að Alex hafi lent í ykkur sem við mistum að. Já, sko, hann er með 12. hring, 1.54, 13. hringur, 1.49. Og 2, er það ekki bara að því að fór í pitt, það telur inn á báða hringina? Það hugsa ég, það ætti að útskýra það, sko. Já. Ólafur var að reyna fram úr hérna. Nei. Jú, Ólafur var að reyna fram úr en misti bílinn hann aðeins. Fáum endur sýningu að þessu. Kemur hérna Alex er pínu vítt og hann svitsar over hann. Það er svona aðeins nuttast hann á leiðinu niður og Ólafur missir hann aðeins. Ekkert alvarlegt, en Jónægir segir hérna í spjallinu að Alex var með töluvert minna bensín en hinni, þannig að hann hefur til að taka meira bensín og það kostaði bara svona mikið tíma. Við erum bara að tala um þetta, er bara það close race að þessar örfá sekundur sem að hann þarf að taka aukalega í bensín, það kostaði hann svona mikið. Já, ég veit alltaf að Jökull og sennilega Andri og þau eru allir löngu byrjaðar að fuel-seifa í flest öllum keppnum bara til að stytta pittin, þannig að það er svolítið bara skilaboð til keppenda að þið þurfum að hugsa bensínu líka. Nú eru þeir á samskonar bíl. Já. Þannig að, Alex hefur hraðan og er nýlega byrjaður í þessu og svo náttúrulega 16 ára gamall. Hann þarf að fara að æfa taktíkina núna.
algjörlega. Þetta allt efni í bankan. Og Alex hann að nálgast Gunnar Ágúst. Gunnar á hörðum eins og Alex núna, þannig að þau eru jafnir dekkjalega séð. Óli alveg óðurinn fyrir aftan. Dottinn í gang. Já. En við erum semst bara að tala um það að Jóhann Ingi að fara að taka one-stopper og Oliver. Já, það bara þannig, sko. Það bara þannig. Það verður áhugavert, algjörlega. Já. Hann Jökull 24 sekúndum fyrir aftan hann núna. Hann var áðan sléttum 30 sekúndum, en hann er búinn að taka 6 sekúndur á Jóhann Inga, en Jóhann Ingi náttúrulega á hörðum dekkjum. En ég myndi halda að Jökull þyrfti að taka, sko, 30 sekúndur á hann ef hann ætlaði að ná að halda þessu, það sem að ef Jökull var að pitta 2 sinnum eða 1 sinni aukalega í rauninni. Já, sko, Jökull á medium það sem eftir í keppninar versus Jóhann á hard það sem eftir í keppninar og það svolítið mikið að ringjum eftir að þá. Já, rétt. Þannig að þetta verður áhugavert, en sko, það var ekki, sko, þetta virkaði vel fannst mér hjá Davíð Adams og Hannes í gær og það kannski ekki endilega þetta ætlast endi í fyrsta því að þeir byrjuðu ekki á pól í fyrsta, það voru hraðari ökumenn á undan en Hannes endaði á pallinum og Davíð Adams var hann óvalega líka. Það reyndar í einhverju vissinni hann í endan alveg rétt. Þannig að já, þú veist, þetta ekkert úr myndinni en það margt sem að fara að taka inn í þetta. Algjörlega. Já, það voru að koma verð ábendingi í spjallinu. Svenni segir að Jökull með 1.32.057 hraðasta hring og það á medium dekk. Já, reyndar á hálfum tankmeðali þar sem eru vanlega að setja tíma, þannig að það hjálpar aðeins, en gefðu einhver tími, enga síður. Sjáu þið hérna. Alex kominn fram úr Gunna. Já, við erum að horfa þetta hérna, ég með hérna Chase Cam, búinn að vera að horfa hérna 3 bíla barátturina, það alltaf að gerast. Já, Óli komið fram úr Gunna líka. Við færum ykkur aðeins það besta hérna í beinni. Baráttu allan tíman. Ég verður að segja þetta að season byrja bara með high quality keppnum hérna, sko. Alveg. Sjáum Óla, hann kominn innan á Alex, fer hann á djúpt, tekur Alex Svitsarúið, hann með inn í línan Óli, aftur Svitsarú, já! Alex með betra exit. Tvílítið reiskraft hjá stráknum og þeim báðum, þetta geggjaður kappakstur. Óli beinulínuna. Það eitthvað svo fullnægjandi að horfa á kappakstur þar sem menn að svona switcharúast í gegnum beigur, alltaf að hugsa að vera ekki alveg beint fyrir aftan, alltaf að reyna að búa til smá opnun. Og nú að Gunnar að pressa Alex. Já, og hver kominn út til viðbótar? Ívar Eyþór, þetta eru 4 bíla hönd fyrir 6. sætið. Og Ási alveg nálgast þennan slag líka. Ívar náttúrulega medium, Ási líka. Þetta algjör bomba þessi keppni. Þetta bara Segja og skrifa, B og B-A. Já. Já, Óli virðist búinn að vinna sig í gegnum í gegnum hardgaurana, komið fram úr og byrjaði að gappa smáan þannig Alex. Já, Ási sem var í 1,5 rétt á hann kominn í 0,8 núna, þannig að við getum alveg farið með myndalinn aftan á hann og horta á þetta.
Þetta geggjað. Já, maður bara veit ekki hverjum að fylgjast með hérna, sko. Það er... Hérna, Ívar... Já. Farinn í línu, já, bara hann náði þessu... Já, Gunnar, svolítið vítt að núta þessu. Sorry, ég að vinna á svo marga takk í einu að... Og Gunnar enda með refsingu. Ég er með endursýningu á þessu, gott fólk. Þetta er Það fyrir Jóhann Ingi í pitt. Já, 19. hringur, keppnin hálfnuð, allt samkvæmt plani. Ólaugur líka. Við skulum fá snöggvast endursýningu á þessu þannig að sjáum hérna Ívar fer innan á Gunna. Gunni fer vítt fyrir vikið. Hvar kom Jóhann út? Hann er ennþá í pittinum. Það þarf að taka svolítið meira bensín. Hann bara fyndi tanginn, næst í. Það er náttúrulega eðlilegt að sjá þá tvo seinasta núna þar sem þeir eru í rauninni búin að taka pitt fyrir restina af keppninni og þurfa ekkert að pitta meira en allir fyrir framan þurfa hins vegar að pitta. Já, og já, allir fyrir framan Alex eiga eftir að fara í pitt einu sinni og já, ég vera Óli búinn að eiga svona rosalegt kombat. Hópurinn var náttúrulega svo þéttur að þú fær smá frið á brettinni og keyrir einn og svo kemur eitthvað pit situation fyrir hjá öllum og svo ertu bara mættur í 4. sætið. Já, nákvæmlega þannig, sko. Við erum líka að tala um það að sko, ef maður skoðar bara bilið Jóhann Ingi 32 sekúndur í Jökul. Ég held að það dugar bara ekki. Sérstaklega það sem að Jökull er núna fremstur með hreint loft fyrir framan sig og getur pússað áfram. Það held ég bara hreinlega að Jóhann Ingi sé ekki að fara að ná að taka fram úr honum þegar að Jökull fyrir pitt. Nei. Þetta er stóra spurningin sem að verður svarað hérna eftir. Þetta er hörkubarða hérna, Ívar og Ási, Gullfiskur Racing og Ramrod. Já, Ívar, Ási og svo Alex bara strax eftir það, sko. Þannig að Alex er eini af þessum sem er á harddekkinu. Já. Team Gullfiskur heitir það víst, ekki Gullfiskur Racing. Potatoes, potatas. Já. Fiskibollur eða fiskibúðingur? Hvernig er það? Jökull er hérna, hann er með 2 sekúndur á andra. Síðan eru 3.9 í Jóægis. Já, það er nú heldur betur búið að róast aðeins þetta race. Ég held að helst í slagurinn ákveður núna er bara Ási og Ívar Eyþór, sko. Ási er núna komin verulega nálægt Ívari og er að stinga sig á innan á hann í fyrstu beygju. Já. En kannski... Sorry. Hafði ekki alveg plássið þarna. En með betra exit í staðinn. Þá vendur sýningu að þessu á eftir.
Hérna með aðra höndina á lyklaborðinu, hinn á fjastringunni, reyna að multitaska þetta allt í einu. Það kemur fyrir að maður ítir á vitlaust að taka. Það er svo mikill æsingur á brautinu, maður bara ræður ekkert þessi, sko. Já, þetta Slætt hjá Ívari. Betur fyrir og stutt í næsta bremsukafla. En Ási með hörkupressjun á hann. Aston Martin vs Ferrari. Gaman að sjá Aston Martin aftur á braut. Í sérhönnu liðri á okkar eina sanna Daniel. Já. Gullfællegt liverið þá ég segi sjálf frá. Þótt þú segir sjálf frá, algjörlega. En ég Ási að fara að ná fram núna, hann með þvílítur önn á hann hérna. Það er spurning, innri línan er sterk, en við höfum oft séð ytri línan að virka. Það er bara MR bílarnir, þeir eru of öflugir í þessari beygju. Þeir taka nú svo miklu hraðar heldur en FR bílarnir. Bílið núna á milli Jóhann Inga og Jökuls er komið upp í 33,5 sekundu, þannig að það eykst bara bílið, eins og ég var að segja. Jökull með bara auða braut fyrir fram að sig. Ekki undir neinni pressu þannig séð. Nei. Það er svo rétt snöggast kíka á replay á síðan og segja já. Nei, það verður ekki tekist betur að þetta replayið að Það er spurt í chatinu hvort að Jóhann sé umferð eða clean air. Hann er núna í clean air, 5 sekundur í næsta mann og 15 í næsta mann fyrir aftan. Þannig að hann getur í rauninni bara keyrt eins hratt og hann vill. Já, sko þetta er þetta millibílsástand þegar við erum með mismunandi pitstrategíur og hvernig menn eru á hörðum versus medium. En þegar að seinna pitstoppið rúlar út, þá held ég að þetta detti í þétt racing hjá toppmönnunum. Allavega einhverju þeirra. Það lítur vel út fyrir Jökul eins og það hann er. Hann spáir því innan Hannes að pitstoppið verði 40-45 sekundur fyrir Jökul og ef svo þá lítur þetta rosalega vel út fyrir Jóhann Inga. Já. Sko hann á eflaust eftir að taka fram úr Jökli í pitstoppinu, svo þetta er bara spurning sko hvað hefur Jökull marga hringi til að ná honum og eins og þetta spilaðist út í gær þegar að við Hannes og þá voru alveg nokkuð margir hringir sem höfðu til stefnu. Þannig að það verður gaman að sjá, en það mesta víst er að við höfum eftir að fá að sjá okkur að baráttu þarna á milli þeirra. Það er alveg klárt sko, þetta verða einhverjir 12 hringir myndi ég skjóta, 12-13 hringir sem verða þarna til stefnu, en það þá bara spurningin er hversu langt fyrir aftan kemur hann Jökull og kemur Jökull út í einhverjari trafík. Akkurat. Andri kominn í sitt síðasta pitstop og mér þykir líklegt, já, Ívar Eyþórs fer inn. Þannig að mér þykir líklegt, nú er Óli, já, þeir eru allir að byrja að hrúast inn. Jökull fer væntanlega inn bara á næsta hring. Það er... Sér það, núna er Ási bara 1,7 sekundur fyrir aftan Alex Thompson. Alex Thompson sem var bara að slást fyrsta sætið áðan. Akkurat. Já, Alex þarf að fara inn væntanlega í lok þessa hrings. Setja kamerun á hann Jökull, það er enga baráttur í gangi eins og er og fá að sjá hvað hann kemur út. Þú sér það að Andri Már kemur út
10 sekúndum fyrir aftan Jóhann Inga en hann var bara 8 sekúndum fyrir aftan Jökul þegar hann fór inn. Já. Sem segir okkur það að ef þessi reikningar standast þá Jökull að koma út fyrir aftan svona 2-3 sekúndum fyrir aftan Jóhann Inga. Já. Hérna kemur Jökull og hann fer inn í pit. Þannig að skulum við skipta yfir á Jóhann. Þar liggur spennan og svo náttúrulega, eins og ég segi, Alex er hann líka. Já. Verður Jóhann fyrir aftan hann, eða nei, hann kemur náttúrulega fyrir framann en spurning hver sekundufjöldin verður, sko, tala á milli. Alex tekur 1 hring í viðbót, hefur hann bensínið í það? Ég var einmitt að hugsa það sama. Og Jökull að fylla á as we speak og Jóhann að keyra fram í pittinum, þannig að já, hann klárlega að fara að koma út á undan. Bara spurning hversu mikið. Það núna í uppsiglingu helsti slagurinn hérna sem verður að fylgjast með, sko. Algjörlega. Jökull kominn á braut og hann sko 8,8 á milli, 9 sekúndum fyrir aftan hann. Og Andri Már bara rétt eina fyrir aftan Jökull. Rétt rúma eina. 6 sekúndur í Jóa Egils. Það verður gaman að sjá hvar Alex kemur út, en ef hann þarf að taka bensín í samræmi við það sem að gerist áðan, þá það nú ekki að hjálpa. Hérna ég að fylgjast með Alex Geirs í 4. sæti, verið að pressa rosalega á Jón Þór, náttúrulega báðir eftir að fara í pit, en það víst að vera nálægasta baráttan á brautinni akkurat núna. Hver segirðu? 3. og 4. sæti. Alex Thompson kominn í pit. Með 0. Það spurning hvort þetta kostaði hann eitthvað. Hann tapaði hálfri sekundu á Ása þarna, sko. Já, ok, núna fóru þeir allir í pit. Fór Jóhann Ingi kominn í 1. sæti aftur og Jökull búinn að minnka bilið sekundu. Hann að taka sekundu á hring og það eru 12 hringir eftir og miðað við það, þá hann að fara að ná honum eftir svona 6-7 hringi myndi ég segja. 6 hringi. Já. Ási að koma út hérna og hann fyrir framan, hann bremsaði það svo seint. Hann kom út úr pittunum bara inn í Alex Thompsoni, þeir svona voru bara saman á brautinni á nákvæmlega sama stað. En Alex bremsaði hans betur. Já, og sko miðað við hvað Andri fyrir aftan Jökull, hann bara 1,2 að sko þá þetta 3 manna barátta eins og staðan Jóhann Ingi, Jökull og Andri Már. Já. Andri alveg líklegur til að hreppa þetta líka, sko. Það verðt að kíkja á hérna 8, 9, 10. Þarna Alex, Ási og Gunni. Já, Gunni bremsar seint hana. Næstu búinn að lenda aftan Ása. Ásir á medium, Gunnar á medium líka. Ási með rönn á Alex. Þú fylgist með þess að ég skal láta þið vita ef það þarf eitthvað að kíkja fyrir ofan. Já. Og hann fyrir innan á Alex. Alex heldur ytri línunni. Vel gert. Smá svitsar úr þannig hjá honum Ása. Með betra exit en Alex bara fyrir honum í miðri beginni. En sjáðu exitið hjá Gunnar samt. Já, sæll.
Tekur hann innan á? Nei, þetta var svona ógla freistandi. Sæn. Núna Ólafur að komin alveg í stuðaran hjá Oliver. Ólafur náttúrulega mediumdekki með Oliver á hard, þannig að þetta verður svona svipaður framúrakstursslagur og við munum sjá á toppnum eftir smástund. Sko, sér að bili núna á milli Jökuls og Jóhanns komin í 4,6. Já, þetta Jóhann þarf heldur betur að vera varnarmálar á þeirra bara, já, svona prediction time, 2 hringir. Algjörlega. Svo Ívar komin í einu slag líka. Ólafur komin fram úr Oliver. Ívar núna komin að sækja Oliver í staðinn. Oliver að gjalda fyrir að núna að reyna vonstoppi að vera á harddekkjum móti flóru af medium ökumönnum. Jóhann Ingi svona, hann að halda svona aðeins jafnarbili núna. Já, vísu komin í 3,7. Ekki alveg, en Jökull farin að sjá núna í afturhendan á bílum hjá Jóhanni í fjarlæðinni og farin að sækja svolítið vel á. Orðinn svolítið fyrstur, vill fara að komast í fyrsta sætið. Og meðan bara ennþá þessi slagur 8. sæti milli Alex, Ása og Gunna. Akkurat, við erum einmitt að fylgjast með því tölum orðum, skiptum á Jökul og Jóhann. Og Gunni fyrir aðeins út í hérna. Það var að bremsa, fór aðeins utan í grasið og misti bílinn hann. Hann dottinn úr þessu slag í bili að minnstakosti. Já. Slæmt exit hjá honum. Ása fór aðeins út fyrir. Já, kastaði bílinn svolítið verulega þarna. Ívar Eyþórs núna að sækja á Oliver. Bilið í toppnum komið niður í 2,5. Það fer alveg að styttast í að við skiptum á toppinn. Já, algjörlega. En á meðan sá Ívar Eyþórs. Hvað segirðu? Já, þú lætur mig vita leið og þetta að nálgast sekúnduna. Já, það ger ég. Já, Ívar Eyþórs bara kominn hérna fram að þér. Fram úr. Já, Ívar komið fram úr Oliver enda á mýkri dekkjum, þannig að ég held að eins og staðan núna að þá sé bara það byrja að detta tími á forystuköruna. Það fer að styttast í að 1,6 á milli núna. Jökull var að skrika aðeins út úr seinustu beginni, en hann samt einhvern veginn að ná betra exiti. Og hann bara núna komin hérna 1,5 sekundu á milli. Það fer bara að styttast í það sennilega á þessum hring að við förum að sjá slaginn, og ég held að spurningin verði ekki hvort hann taki fram úr Jóhann Inga, heldur hvort að Andri taki fram úr Jóhann Inga líka. Já. Sem að Andri hérna bara 2 sekundum fyrir aftan Jökull, og hann ekkert búinn að vera að missa Jökull langt framfyrir sig. Báðir náttúrulega á medium dekkjum. Búinn að tapa sekundu á hann basically núna á nokkrum hringjum frá því að hann. Já. En 100% inn í þessu ennþá, algjörlega. Bili komin niður í sekunduna núna, undir sekunduna. Þá bara að sjá hversu stór bíllinn hjá Jóhanni. Já, hann getur verið asskoti breiður. Við sáum það á hann þegar hann hélt á eftir, hélt Alex og bæði Jökull og Jóhann náttúrulega í baráttu Alex að middjudekkjum. Það var alveg bara stórkostlegt. Já.
En núna þessi slagur byrjaður, sko. Það er innan með hálf sekúnda á milli þeirra. Og eina sem Jökull þarf að gera að ná geggjuð exiti hér sem hann bara gerir. Þá var það slipstreamið góða. Jóhann tekur að sjálfsögðu varnarlínu, staðsettir sig vinstra megin, Jökull vippar sér út, ytri línuna, fer hann auðvitaðverður, nei. Reynir að switcha rúið. Setur sig upp fyrir gott exit. Switcha rúið er ekki eitthvað sem virkar vel í þessari beygju, en eins og segir, gott exit er gott exit og hann er með miklu betra exit en það. Sjáu þetta sko, við þurfum eiginlega bara, Jóhann er bara eins og tjekk og hann er bara orðinn varnarmálar á þarna. Já, það er svoleiðis í þessu reysi að minnst okkur þetta er náttúrulega búið að vera alveg þvílíkt reysi á honum, bara þvílíkur árangur hjá honum vera að halda svona fyrsta sætinu lengi á móti Jökli á mýkri dekkjum sko. Það er 6 ringir, Jökull auðvitaðverður. Jökull reynir ytri línuna hérna. Hann hefði með innri línuna í næstu beygju, hann næri að halda sér, fyrst svolítið vítt hana. En hann er bara með þetta sko. Ja, þetta er komið. Glæsilegur akstur, Jökull komið fram úr. Ekkert smá snirtilegur fram úr akstur hjá honum Jökli sko. Hann vissi nákvæmlega hvað hann átti að taka fram úr hana. Virkilega vel gert hjá honum, mikil reynsla hann að baki. Og núna er hann bara að stinga af. Já, og Andri að nálgast Jóhann. Já. Þannig hafið það, topp 3 og það er alveg 8 sekúndur, 8,5 í næsta mann sem er Jói Egils. Já. Og Alice Thompson sem var sko í baráttunni áðan, hann er í 8. sæti, eins og staðan er. Já, í 8. sæti og er að elda uppi Oliver náttúrulega á harddekkjum, Alex á medium. Oliver að taka one stopper, alveg eins og Jóhann Ingi. Það er spurning hvort hann ná eitthvað að halda Alexi fyrir aftan sig, hvort hann ver vel eða hvað. Alex stingur sér inn í línuna, er á medium dekkjunum og fer létt með þetta. Fáum öndursýningu á þetta. Sjáum hann hérna fyrir aftan Oliver. Gerir þetta líka áðan. Var mjög auðtalega en svissaði svo rétt á hann að hann bremsaði á innri línuna og komið fram úr. Á toppnum núna er Andri farin að sækja verulega á Jóhann Inga, reyndi sama framúrakstur og Jökull gerði en tókst ekki alveg hjá honum í þetta skiptið en Jóhann Ingi þarf núna að fara að verja verulega gegn honum Andra í staðinn fyrir Jökli. Jökull náttúrulega bara búinn að stinga af 2,6 á undan Jóhanni. En þá skulum við bara fylgjast með hérna hvað Andri er að fara að gera. Jóhann fer náttúrulega strax varnarlínu á beinakaflanum. Klárlega. Já. Enni. Það er hann að halda ytri línunni. Nei, eða hvað? Hann er með innri núna. Nei, Jóhann nær þessu. Jóhann er að verja rosalega vel hérna sko. Hann bara, það er ekkert í boði ef þú ætlar fram úr, þá er það bara auðvitaðverðu. Það skrikar Jóhann aðeins, en hann heldur þessu samt. Geggjað. Þetta er rosalegt. Hann hefur rétt rúma 4 hringi, þann Andri. Gott run, mjög gott run, alveg í skottinu á honum. Aðeins og nálægt held ég, hann næri ekki beinleinis að nýta
kjölsögi þarna. Nei, hann þurfti eiginlega bara að fara eins og við sáum. Hann fór aðeins út úr slippinu og aftur inn í það. En Jóhann lokar línunni alveg. Þetta er rosalega vel gert hjá honum. Ha! Já, bara alveg eins á hringnum þar á undan. Þvílíkur varnarakstur hjá honum, Jóhanni, sko. Og sér hvað þetta er að kosta Andra mikið. Hann núna 5,8 fyrir aftan Jökuls og 2, eitthvað fyrir aftan hann áðan, og Jói Egils er bara 5 sekúndur fyrir aftan Andra sér, sko. Hann er bara alveg að fara dett inn í neðan slag ef þeir halda þess áfram, sko. Andri lendir aðeins aftan á Jóhanni, hann var með betra exit, þannig að hann náði ekki að setja sig upp fyrir framúrakstur í þessari beygju, svona eins og Jökull náði að gera. Þannig að við skulum sjá hvað gerist. Þetta er bara búin að vera 0,2, 0,3 á milli þeirra í 3 hringi í röð. Algjörlega. Jóhann heldur betur breiður á brautinni fyrir hann Andra. Þetta er ekkert grín, sjá hvað gerist. Þarna skrikaði Jóhann aðeins út úr beiginni. Það græðir á þegar Andri. Það er bara sama á hann. Það er í boði að fara ytri línuna. I'm taking the inside. Þetta er alveg rosalegur varnarakstur hjá honum. Þetta er klikkað. Þetta er klikkað. Þetta er alveg gott efni í dræfinu á þessum degi. Já, ég myndi segja það, sko. Þvílíkur varnarakstur, sko. Nær Andri að setja upp núna, hann reynir að sama Jökull, en ekki alveg nógu nálægt til þess. Já, og sko þótt að Jóhann Ingi sé á hörðum og búin að vera lengi að þeim, þá eru farin að vera mjög einn dekkin hjá Andra líka, þannig að dekkja forskotið, ég myndi halda að myndi minnka sem líður á keppnina. Ég ætla bara, ég kíkti aðeins neðar á keppninu, ég ætla bara að láta vita fréttir að neðan, en Ási er komin fyrir aftan Ívar Eyþórs, og Ívar Eyþórs er búinn að taka fram á Alex Topsson og er komin upp í 7. sæti. Þannig að við erum að tala Ívar í 7. sæti, Alex 7. og Ási í 8. Þannig að þeir eru allir búin að ná fram úr Oliver, og næst er bara Gunni að fara að sækja Oliver, sem að náttúrulega Oliver er á Hörðudekjum. Þannig að smá svona fregnir af því sem er að gerast fyrir neðan. Það náttúrulega er ekki vert að vera að fylgjast með þegar það er svona svakalegu varnarakstur í boði að ofan. Það er bara ekki hægt að slíta augunum á þessari baráttu, hún er rosaleg. Barátta annað sætið. Jökull búinn að komin 8,5 sekúndur fyrir fram á, sko. Hann er bara komið með hennar sigur í vasan, sko. Það er bara þannig, sko, Jökull er með það nema að gera mistök. Spurningin er bara, það er 1,5 hringur eftir. Þetta fer að detti í náður nefur fyrir Andra. Já, bara málið er núna að Jóhann Ingi er búinn að halda honum svo lengi fyrir aftan sig, og svo öfluga þeir búinn að berja svo mikið að Andri er bara búinn með medjöndekkin, sko. Já. Jú, þeir eru með svipa jafn mikið slitin dekk, en náttúrulega Jóhann er á hörðundekkjum, þannig að hann er ennþá með minna grip heldur en Andri. Já, vissulega. Það virðist bara ekki vera að stoppa hann, sko. Nefnilega ekki. Nú, Hilli kemur með ábendingu í spjallið að hann bendir á Óli er líka gott kandidat í dræður á þessu degi, þvílíkt comeback. Það er vissulega hárrétt. Alveg hárrétt, en við erum núna að detta inn í seinasta hringinn. Mitt atkvæði fær samt Jóhann Ingi fyrir að láta þetta
one-stop virka svona vel og halda medium ökumanninu og Andra fyrir aftar sig svona lengi. Fyrir utan það náttúrulega Jökull náttúrulega búinn að eiga alveg rosalega gott race. Það gleymist oft í svona Driver of the Day kosningum að taka til því að sá sem fremstur sennilega sá sem að verðskuldir þetta líka. Algjörlega. But everybody loves a good comeback story. Já, nákvæmlega. En já, sjáum hvað það Andri ná að gera eitthvað þetta seinasta hringinn. Núna hann orðinn desperate. Já, mitt aðkvæði fer á Jóhann fyrir varnaraksturinn og one-stoppið. Já. Ég tek undir það. Við erum að detta í síðustu beygir. Nú erum bara Jökull að fara inn á beinagamlan. Þetta síðasta tækifæri fyrir Andra. Það hann á góðu exiti hérna. Því náði hann ekki, þannig að spurningum bara að horfa og Jökull fara í gegnum línuna. Já, Jökull kemur í markfyrstur. Glæsilegur sigur í honum. Verðskuldaður sigur og Jóhann Ingi heldur aftur á Andra. Vá, hvað þetta er tæft. Vá. Jói Egils hérna í fjórða sæti. Og glæsilegt comeback bæði hjá Jói endaði fjórði en fínt comeback hjá Óla. Alex aftur komið fram úr Ívari og þeir koma hérna saman í mark Ási það strax eftir. Svo Gunni og Oliver. Gunni réttnaði fram úr Oliver. Svo Alex Geirsson og Jón Þór. Því líkur kappastutanni. Vá. Þetta var rosalegt reis. Alveg rosalegt. Herri, ég hendunum Jökli í spjallið. Já, algjörlega. Hérna sjáum við stöðuna. Það er Jökull, fyrst sæti, Jóhann Ingi í öðru sæti, Andri Már þriðji, Jói Egils fjórði, Ólafur Ingi fimmti, Alex Topsson sjötti, Ívar Eyþór sjöundi, Ási KR níundi, Gunnar Ágúst níundi, Ási var í áttundi, Oliver Nói tíundi, Alex Geirs 11. og Jón Þór Ásgrímsson 12. En Champ mættur á línuna, vertu velkomin Jökull og til hamingju með sigurinn. Komið í sælur og blessaðir, takk kærlega fyrir. Þetta var rosalegt reis maður. Þetta var svaka reis maður. Þetta fyrsta stindarna var alveg rosalegt. Herri, þið voru bara 5-6 bílar þarna alveg í röð. Þetta var rosalegt og bara glæsilegt hvað þú og Jóhann náðu að gera þeim erfitt fyrir á mediumdekkjunum, Alexi og Gunnari. Já, ég ætlaði að reyna að gera þetta aðeins erfiðara fyrir Ari. Hann ætlaði fram úr kallinn. Hann ætlaði að nýta sér fyrir mediumdekk, sko. Já, en þið vissulega settu mikið strik í mediumstintið hans. Já. Ekki spurning og mér sýndist hann tapa líka svona tíma í pittinum. Eru menn svolítið að fjúlsefa? Já, ég var alveg að fjúlsefa, sko. Sérstaklega þegar ég var í draftinu þegar þau voru að berjast hann og Alex, sko. Jóhann og Alex, þá var ég bara að skipta hennu snemma, sko. Já, náttúrulega þessi varnaraktur hjá honum Jóhanni var bara eitthvað next level góður, sko. Já, bara líka varnaraktur, sko. Já, bara á fyrsta stintinu, sko, hélt aftan á honum Alex náttúrulega á mediumdekkinu þá og síðan í seinna stintinu, sko, náttúrulega þú að vísu náðir frekar auðvitað fram úr honum, en svona frekar þetta var náttúrulega þvílíkt flottu framúrröstu sem náður hann að setja þið svona á ytri línuna inn í beygju þar sem að næsta línan var innri línan, þannig að þetta var ekkert smá flottu framúrröstu, sko. Já, takk fyrir það. Ég vissi nefnilega að það myndi vera pain in the ass, kallinn, já. Ég myndi ekki gera einhvers staðar sem hann byggist ekki við því, sko. Já, og sé bara hverju hann Andri lendir síðan í hérna, hann festist bara fyrir aftan hann út í reisið, sko. Já, ég vissi, þetta var nefnilega hættan, sko, því hann rosalegur varnaræstur. Hann var líka búinn að láta maður vita það, sko, það ekki neinu sens að kemni, sko. Já. Það ekki tækifæri gefin, sko. Nei, nákvæmlega, sko. Heldur betur. Hvað myndið þú segja að væri trikkið að vera hraður á þessari braut?
þú veist, þetta svolítið maður verður að passa líka yfirkergi, sko. En síðan þetta akkurat að reyna að kvætta þessa kanta án þess að önstalla bílinn nóg mikið, sko. Já, og náttúrulega gott exit, það eru þarna góði kaflar sem að exitin eru mjög krúsjál. Eins og að beygja 4, svo kemur hann niður í mót til vinstri. Bara eftir fyrsta beinakaflan, eftir sennaðisinn, hann alveg já, í þeirri beygju þá þarf maður að passa sér rosalega að koma ekki of geist inn í hana, sko. Algjörlega. Einbeita sér að extinu þar. Herri, þetta alveg hörku stig í Championship baráttuna hjá þér. Næsta markmið, fjallið. Hvernig leggst fjallið í þig? Það leggst mjög vel í mig. Nei, það ekki? Jú, ég hef alltaf fílað fjallið, sko. Ég finnst Ferrarín alveg æðislegur á fjallinu. Já, mér finnst það líka. Sérstaklega þegar maður er komin á toppinn og fer hröðubeginna niður á við aftur. Alveg steinlíkur. Klálega, sko. Algjörlega. Herru, ég bara, til hamingju með sigurins, ekki nema að Danni vilji bæta eitthvað við þetta, þá bara... Já, það bara spurning úr sal hérna. Hann Hillibilli spyr hérna, þegar þú vinnur 3. meistaratitilinn, hvað ætlarðu að kalla sjálfa þig? Er það Mr. 3X eða eitthvað annað? Það góð spurning, sko. Það bara að koma í pól eða eitthvað. Þetta eitthvað gott nafn á það. Já. Þá breytir nafn og heitir ekki lengur Jökull og heitir Tindurinn. Já. Nákvæmlega. Það er erfitt að klífa. Þú hefur alveg 6 keppnir til að spá í nafninu, þú veist. Já, nákvæmlega. Heldur betur, við komum upp með eitthvað gott. Algjörlega. En ég held að við segjum bara takk kærlega fyrir okkur. Þetta var alveg geggjaður kapastur að horfa á og ég veit að þú ert spenntur að kíka á túbuna og tjekka á þessu. Já. Og þangað til eftir 2 vikur, þá bara þökkum við kærlega fyrir okkur í kvöld og sjáum við 2 vikur á fjallinu. Takk kærlega fyrir. Já, takk. Bye bye.